Já, góða kvöldið. Velkomin í Svart og hvít. Ég tók að taka eitt svona óundirbúið algjörlega. Ég var að klára að horfa á leikinn. Við töpuðum náttúrulega 2-1. Ekkert sem ég átti ekki von á, svo að segja. Og þetta farið að vera það svona eins og að horfa á gamla mynd sem að maður er búin að sjá svona 500 sinnum. Að horfa á leikina okkar, þetta er orðið svo, hvað maður að segja, maður reyna að fá leið á því. Þetta er alltaf sama dótið aftur og aftur. Þetta er svona, jú, tapleikur og allt það. Ég meina, síðasti leikur var líka sigurleikur en það var samt alveg eins. Það var ekkert, hvað segir maður? Þegar maður er að horfa á bíómyndir í fyrsta skipti, þá verður maður alltaf svo spenntur vegna þess að það er svona eitthvað nýtt að gerast. Og þetta er bara eins og staðan er í dag, þá er ekkert nýtt að gerast, ekki neitt. Það eru bara, menn hlaupa nákvæmlega jafn hægt og þeir gera vanalega. Þularnir, þeir sem eru í sjónvarpunum og segja, þeir halda áfram að segja hvað Gordon er ógeðslega fljótur. Ég bara, sorry, Gordon er ekki svona ógeðslega fljótur. Jú, ég er ekki að segja hann sé hægur, en Guð minn almáttugur, til hvers í ósköpunum er verið að hæla honum. Hann er ekki svona fljótur. Það er bara það að finna við það. Hann var að, það var sérst, hann fekk gula spjaldið, varnarmaðurinn í Manchester City liðinu, eftir að reyna að hlaupa Gordon uppi, og sem hann gerði. Hann bara hljópa hann uppi, það var ekkert mál. Hann var vissulega að missa af honum, en málið var bara það að munurinn var ekkert svo mikill. Þannig að akkur eru allir svona, ég skil ekki hugmyndafræðina. Ég fatt ekki hvað fær fólk til þess að hanga á einhverju sem að það beint fyrir framan augun á þeim sést að hlutinir er ekki þannig. Það er það sem ég skil ekki. Hvernig getur, þetta minnir mig á svona trúfélög. Þú trúir á eitthvað sem þú getur ekki staðfest. Það er nákvæmlega sama, sko. Þannig að þú lifir í blindni, raun og veru. Þú heldur að Gordon sé ógeðslega fljótur og hann er sko fljótasti maður á jarðríki. En hann er það bara vegna þess að þú trúir því. Hann er það ekki vegna þess að hann er það. Þannig að þetta er orðið svona, þetta er sama sagan, aftur og aftur og aftur. Og ég sé að favorismið er ennþá í gangi. Það ætlar ekkert að fara og gerir það alveg potið ekki. Ég þarf að fara að fá mig bakgrunn ef ég ætla að halda þess áfram. Það er skelfilegt að vera með svona hálft andlit hérna út í gegn. Nei, og það sem var fínt í liðinu, klárum lastið. Trippier, gamall kall. Bara það er búið að sýna sig marg oft og það er bara sama sagan aftur og aftur. Hann er bara alltaf hægur. Hann hefur bara ekki úthaldið í þetta. Hann bara getur ekki spila fótbolta, sorry. Allavega ekki á þessu leveli. Kannski getur hann spilað í fyrstu deildinni, það er kannski mögulegt, ég veit það ekki. Hann getur ekki spilað í Championship, sko, því að þar er boltinn ennþá harðari. Og ég er stóref að hann hafi fæturnar í það, en ok, kannski í fyrstu deildinni, ég veit það ekki. En náttúrulega, ég veit á móti manninum, það er bara ekki þannig. Maður bara hefur ekki hæfileikana, hann er bara búinn. Sorry, menn hafa bara klukku. Og í þessu tilfelli er klukkan löngu búin að slá. En einhvern veginn neita menn að heyra það. Þeir bara svona, nei, ég heyrði aldrei neitt bing. Lifa í blindni, eins og ég segi. En ég meina, jú, sumir gera það bara og það er bara allt í lagi. Ég meina, hvað segja maður? Ignorance is bliss, segja þeir. Og já, kannski virkar það fyrir einhverja. Og ég ætla ekki að vera svo sem tekur það af þeim. Nei, alls ekki. En finnst það skrítið engu að síður.
eini bjarti hluturinn við hennar leik var raun og veru Voldemati og að hann Eddie Howe sá hvernig á að spila honum og það er bara, það er loksins farið að synka inn en að taka hann út af, þú veist, hversu heimskur ertu? Þú ert undir, þú veist, hversu heimskur ertu að taka Voldemati út af maðurinn sem að getur actually búið til eitthvað handa þér og búin að vera að gera það allan leikinn, þú veist, hversu heimskur þarf það að vera? Það var greinilega að vera Eddie Howe heimskur til þess að gera það. Það allavega hefnaðist og hann gerði það. Ekkert að setja út á mennina sem hann sett inn á, bara, þú veist, þetta var bara augljósar skiptingar, þetta var ekkert flókið, þetta var bara maður fyrir mann í vissa stöðu, bara ferskar lappir, var ekkert verið að gera neitt annað. Já, og svo bara, þú veist, jú, ég hef heyrt að menn kvarti við dómgæslu í þessum leik, jú, en ég meina hann var bara jafnslæmur á báða bóga, come on, bara ensk dómgæsla er bara léleg, bara yfir höfuð, skiptir ekki máli hvaða lið það er, hún er bara léleg, þú veist, stundum verður maður fyrir barðinu á henni, stundum ekki, stundum verður maður á hinni hliðinni, þar sem maður actually græðir á því. Og í þessu tilviki voru bara, já, fannst mér hann, dómarinn var drullu lélugur, en það lenti báðum megin á spilinu, þannig að skiptir ekki neinu máli. Við áttum til dæmis að vera, sko, manni fleiri, bara, hvað, var þetta ekki bara í byrjun seinni hálfleiks, var það ekki? Þegar hann fekk þetta guðlaspjaldið og svo braut hann af sér hálfri mínútu seinna, þú veist. Hann hljóp inn í, þetta var ásetningur og þú horfir bara á það. Þú veist, ef maður skoðar þetta þá sem hann horfir á Dan Burn, horfir ekkert á boltan, hann horfir á Dan Burn allan tíman, hleypur á honum með hendina úti og hann keyrir hann niður, keyrir í hann. Hann lítur frá þegar hann lendir á Burn, þú veist, eins og hann svo að sé lítið ekki á fyrir að vera að horfa á manni. Þú veist, já, við áttum að vera manni fleiri þarna, en come on. Skipt svo sem ekki máli, þetta var allt í tómu tjóni hvort þið er. Leikurinn var illa dæmdur og þú veist, við erum bara vanir því. Það er eitthvað sem gerist bara alltaf. Og já, ekki þetta setja út á það. Já, Voldemati góður. Hann leit vel út. Elanga líka, fannst mér. Mér finnst hann að vera að koma til og auðvitað er hann tekinn út af þegar hann loksins er að gera góða hluti. Pópar drullulélegur í leiknum. Hann bara rétt hann í restina þar sem hann átti 2 vörslur sem að voru fínar. Ég ætla ekki að segja heimsklassa markvörslur en þær voru fínar. Annað gerði hann ekki í leiknum. Hann, þú veist, já, hann gerði bara mistök og hann á mistök, endalaust. Sparka boltanum út af og þú veist, og illa staðsettur og eins og seinna markið að fá þetta mark á sig var bara heimskulegt. Þetta er eitthvað sem markmaður átti að taka. Og ég vissi það, sko, að, já, að svona 18 markmenn í ensku úrvalsdeildinni, byrjunarliðs markmenn, þeir hefðu tekið þennan bolta. Það er aðeins 2 markmenn sem hefðu ekki gert það. Og annar er að Pope. Þú veist. Ég veit ekki hver hinn á að vera. Einhver vitleysingur líka. En, segjum Alisson. Já, hann má líka sleppa því að taka þennan bolta, eins og Pope gerir. Já, hver er maður nú? Malik Chow. Þetta er leikmaður, þetta er alvöru leikmaður. Þetta er framtíðarstjarna. Stórkostlegt að sjá hann spila, stórkostlegt að sjá hvað hann er duglegur og hvað hann er ákveðinn. Dýrka það.
Burn átti flottan leik. Það var mjög ósanngjarnt að spjaldan hana þegar hann fekk gula spjaldið. Það var ósanngjarnt. Mér fannst það fáránlegt að vera að spjalda hann fyrir þetta. Mér fannst það. Þetta var bara væl í Holland og sem fekk spjaldið á hann og það er ekkert hægt að gera í. En eins og þessi, enn og aftur, bara enskir dómar eru bara lélegir og við verðum að fara bara að taka það inn í prósessið okkar þegar við erum að horfa á fótbolta, og ég er farin að gera það. Þú veist, ég er nánast hættur að standa upp úr sófanum öskrandi og það að þetta hefði verið aukaspyrna, þetta hefði verið vítaspyrna eða eitthvað. Ég er nánast hættur í, ég er svona, ég verð að segja sko, að horfa á fótbolta í dag er ekki eins spennandi eins og það var. Þetta er orðið, þetta er farið úr því að horfa á spennumynd eins og að vera að horfa á svona drama comedy, myndi ég segja. Fótboltinn er orðinn þannig, hann er bara, þetta er drama leikur út í gegn og drullu fyndinn vegna þess að dómarinn getur ekki séð einföldustu hluti, sem að við heima í stofu sjáum mjög auðveldlega. En það er bara þannig, þeir vilja hafa hlutina svona og þá bara höfum við hlutina svona. Lewis Hall, hann átti raun og veru, sko, hann talaði þetta þarna, vitleysingurinn þarna sem var að lýsa þessu á sín. Hann talaði að þetta hafi semst verið, Hall hafi mist af Holland. Vissulega gerði hann það, en hann átti bara ekki að vera þarna til að byrja með. Það var eiginlega svolítið svoleiðis, sko. Hann var að covera fyrir Burn. Og það er svona fór þetta nú allt í einhverju vitleysu. Sko, ég verð bara að segja, mér finnst bara spilamennska liðsins bara vera til háborinnar skammar bara yfir höfuð. Karabakh liðið sem við tókum 6-1, þeir bara spiluðu verr en við. Þess vegna fór leikurinn eins og hann fór. Við vorum ekkert góður í þessum leik. Og þetta sýndi sig líka í þessu Anthony Gordon feeling hérna að skora 4. markið í vítaspyrnu sem að hann fiskar sjálfur. Þetta var svolítið lýsandi í leiknum núna á móti City, fannst mér. Hann var að gera hluti sem hann átti ekki að vera að gera. Hann var í góðu sendingafæri fyrir opnu marki meira að segja hjá nokkrum í nokkur skipti þar sem hann reynir skot eða reynir að fíbla menn í staðinn fyrir að senda. Nú segja örugglega margir, en hann er striker. Nei, hann er ekki striker. Hefur aldrei verið það og mun aldrei vera það. Anthony Gordon er ekkert annað heldur en hauslaus hæna föst á vinstri kanti. Því miður. Og hann er það bara alltaf. Hann segist vilja vera þar. Hann á sem sagt þennan vinstri kant. Og svo fær hann flugu í hausunum það og hann langi til að vera striker. Þetta er eins og smábarn. Og ég er viss það að Eddie Howe lætur allt eftir honum eins og honum langar til. Bara þú veist, ekkert mál Gordon minn, þú mátt alveg fá þetta. Ég spila bara öðruvísi, þú veist, fyrir þig, bara svo að þú getur verið ánægður. Þú veist, í guðanna bænum, þú veist. Ég er að fá mig fullsattan af
Pólitík og leiðindi í liðinu hjá okkur, allavega lítur þetta þannig út. Fyrir mér lítur þetta þannig út eins og að við séum að drukkna á frekju og við höfum engin stjórn lengur. Kapteinninn búinn að missa stjórnina, Trippier ræður ekki lengur við Bonnie Særbergið. Ég vil fara að fá Mæli inn í þetta aftur. Hann sýndi svona, hvað segir maður, svona ferskan ilm aðeins inn í þetta. Þannig að, þú veist, já, hann svona svolítið svona það sem maður bindur vonir Þannig að vonandi fyrir hann að vera tilbúinn svo hann getur nú fara að koma inn í þetta aftur og sýna okkur að Newcastle ekki bara einhverjir heilarlausir hálfvitar að elta einhverja töru, sko. Það væri rosalega fínt, sko. Já, semst leikurinn á móti City endaði semst 2-1. Ég meina, þú veist, City voru heldur ekkert að spila neitt rosalega vel, sko. Ekki gat ég séð það. Ég hef séð þú oft spila miklu betri fótbolta en þetta, sko. En, þú veist, það er bara þannig. Já, ég held að gaman að sjá Joe Linton inn í þetta aftur. Gula spjaldið og hann átti nú ekki að standa heldur. Það var nú bara heimskulegt líka. En svona er það. Þú veist, það er fullt af góðum bröndurum sem að verða til í ensku úrvalsdeildinni. Sérstaklega þegar að við erum að fara að tína saman dómgæslu. Já, ég held bara að nei, ég verð að taka það fram líka hérna. Harvey Barnes, hann var bara einhvers staðar annars staðar, sko. Ég veit ekki hvað sá leikmaður var, sko. Hann mætti í öfugum sokkabuxum og öfugum stuttbuxum og krummafót og eins og hann var í nýkominn fram úr rúminu, sko. Þetta var hagalegt, maður framistæðan, hann var svo skelfileg, sko. Þú veist, hvernig dettur mönnum að sitja svona menn inn á? Þegar þeir eru í svona á ekki þjálfar að vera með á hreinu hvernig ástandi menn eru eða? Harvey Barnes var í enga veginn í ástandi til þess að spila þennan leik, sko. Sama þótt hann hafi komið inn á, sko. Þú veist, hvaða brandari var þetta? Þú veist, Elanga hefði gert betri hluti ef hann hefði bara verið, þú veist, ef hann hefði bara verið inn á og settur á vinstri kantinn. Eða Gordon eða hvernig sem það vil hafa það, skilurðu? En þreyttur Elanga hefði verið skárri heldur en Harvey Barnes þarna. Þú veist, ég er að meina það, sko. Þetta er stórfurðulegt, sko. Hann bara, já, ég veit ekki hvað var í gangi, sko. Jacob Murphy gerði ekki raskat, ekkert frekar en fyrir daginn. Hann er bara búinn að missa, hann er búinn. Hann er búinn að taka Almiron tímabilið sitt. Það var síðast. Og hann er bara búinn. Þannig að við getum losað okkur hann. Vonandi kaupir Liverpool hann á 100 milljónir. Já, hann er lægstutækja fyrir Ísaka. Það væri flott. Nei, ég segi svona. Hann fer að fá mega pening fyrir þetta. En svona er það. Já, ég held að Ramsey og Willock. Mér varst Willock sprækari heldur en í síðasta leik. Þróttur að hafa ekki komið mikið frá honum. En allt í lagi, sko. Ég hef ekkert út á hann að setja. Ramsey var líka svona, hann var líflegri. Það var gaman að sjá hann reyna. Veist bara hvað ég hef óbáslega litla trú á honum, sko. Ég veit ekki af hverju. Ég held að það er allir að tala um hvað þetta sé mikið talent og hvað hann getur verið góður en málið er bara, ég sé það ekki. Hreyfingarnar hans eru bara þannig að, þú veist, ég veit það ekki. Það er svo svipað á Willock. Ég meina, Willock er bara Sholami Obi nr. 2, sko. Hann er bara ekki alveg af stór, þú veist, en þetta er bara sami klaufabarðurinn, sko. Og
já, ég hrættur að Ramsey sé bara eitthvað svipa. En það bara mín skoðun, þú veist. En ég var bara með að sjá það. Það bara þannig, vonandi sannaði mig vitlaust. Ég var alveg til í það. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. 20 mínútur, það bara meira heldur en ég vanur. Ég vill helst halda þetta sem kringum 15-16 mínútur. Já, ég þakka bara fyrir mig og við heyrum strax eftir næsta leik. Yfir út.